Já, komið í sæl. Það stefnir í nokkra hlýja daga hjá okkur, en það fáum við hér hlýtt loft úr austri. Þegar hafið að streyma hér vestur yfir landi og til að mynda var hámarkshiti að mælast 28 stig í dag og gerði það á Miðfjarðarnesi úti við austurströndina. Og nokkrar aðrar stöðvar að mæla 27 stig, en við sjáum betur á hitasviðskortinu hvernig þetta loftstreymi hér til vesturs og verður svona meira og minna viðlóðandi landi hjá okkur allan á morgun og þriðjudag, og eitthvað kannski hörfið frá landi, sérstaklega hér sunnan og vestanlands þá á miðvikudaginn. Þannig að það stefnir í flotta daga og hátt hitastig víða land, en við sjáum betur svona á yfirlitsmyndinni að við erum með hæð hér austur af landi og hæðarhrygg sem að tegi sig til vesturs yfir landið og svo lægð hér rétt vestur af Írlandi. Og allt öllir þessu kerfi að stuðla að því að við fáum hér austlæg átt og þar með þetta hlýja loftmassa til vesturs yfir landið. Og það sem meira að við sjáum að það enga úrkoma að finna í þessu, þannig að það allan að verður ekki úrkoma að spilla gleðinni hjá okkur næstu daga. Og við förum síðan í nærmyndina, við sjáum reynda hér úrkomuflekki nú klukkan 19 í kvöld, en þeir svona kóðna niður þegar líður á kvöldu og nóttina og vindáttu verður smám saman svona norðaustlæg þegar líður á morgundaginn og við sjáum að landið verður svona meira og minna baðað sólu á morgun, svona ef frá talið ákveðnir þokubakkar eða skýjabakkar úti við norðurströndina sem geta þá spillt gleðina þar. En hér sjáum við að það verður hitatölur vera víða yfir 20 stig. Þetta svona belti sem nær frá norðausturhorninu og yfir á suðvesturhornið. Það aðalega á þeim slóðum þar sem við fáum svona hæsta hitan og til að mynda spáin að gera ráð fyrir 28 stigum á Mývatni, líkt og gerðist úti á Austurlandi í dag. En ekki hægt að útiloka þó að á norðvesturhorninu að staðbundið geti hiti farið yfir 20 stig einnig. En sólríkt og hægur vindur að mestu leyti, þannig að þetta stefnir í frábæran dag hjá okkur. En síðan þegar líður komið fram á þriðjudaginn þá dregur svona allan stundarsæki fyrir sólu sumstar hér sunnan og vestan til á landinu og það eru svona meiri eða víðtækari skýjabakkar úti fyrir norður- og austurströndina sem að geta svona allan að leitt til þess að það verður skýjað úti við strönd þó að rífi nú af sér þegar inn á land komið. Og við sjáum að það hefur svona, það för með sér að hitatölur svona eilítið lægri á þriðjudaginn heldur en á morgun og síðan ætlar úrkomubakki að koma hér inn á sunnanvert landið á aðfaranótt miðvikudags og við sjáum að hann leitar hér til vesturs, fáum sjálfsagt rigningu á köflum víða hér suðvestan til á landinu hið minnsta, en áfram verður bjart að mestu leyti á norður og jafnvel austurlandi líka, svona fyrir utan kannski strandsvæðin þar og hitatölur því eðlilega hæstar á þeim slóðum en verða nú mikið til í kringum 15 stigin hér suðvestan til á landinu. Og áfram sinna að sjá að það muni gera eitthvað lítilsháttar úrkomu í þessu hjá okkur á fimmtudaginn, verður meira og minna skýjað á landinu þá og hitatölur svona þetta 13 til 18 stig mætti ætla en hæglætis veður að öðru leyti. Lítum síðan út í heim og við sjáum að það verið að spá þrumuveðri og skúraleiðingum í Oslo og það tegir sig allt austur til Helsinki og við sjáum þessi skúramerki nokkuð víða í álfunni á morgun. Hitatölur almennt sé svona frá 25 stigum og í 30 stigum þegar við skriðum hér sunnar og þá sjáum við að við Miðjarðarhafið og á Íberíuskaganum hiti víða yfir 30 stigum. Hefðbundi dagur á Kanaríeyjum á morgun og fátt það að segja en svo endum við hér í Norður-Ameríku og við sjáum að það eru miklar skúraleiðingar í miðríkjum Bandaríkjanna, hiti almennt séð í kringu 30 stigin en nær 20 stigum þegar norða dregur. En þetta sé hér á kortum morgundagsins og það er fátt sem að spilla gleðinni þar. Verið sæl.